Komið þið sæl. Þá komin mynd af honum Ársæli Má Arnarsinni, prófessor og doktor, sem var hérna síðasti gestur hjá okkur í Hvítum máfum. Og samkvæmt áhugasviðskönnun sem hann gekkst undir þegar hann var ungur maður, þá hefði hann væntanlega átt að verða sjóliðsforingi. Og hérna svo myndir af hinum sem hafa verið hjá okkur í þættinum. Ég veit ekki hvort að viðkomandi nýr gestur í Hvítum máfum hefur farið í svona áhugasviðskönnun, en hún reynt ýmislegt. Hún sveitastelpa kannski fyrst og fremst, var ráðherra og alþingismaður og eflaust eitthvað fleira. Valgerður Sverrisdóttir, velkomin. Já, takk fyrir. Þetta ekki bara ágætt, en hefur þú farið í áhugasviðskönnun? Nei. Gerður það ekki áður þú varst þingmaður eða ráðherra? Nei, það gerði ég ekki. Það kom svona bara allt í einu yfir mig. Já. En nú verslunarmannahelgin nýliðin. Hvernig fór hún fram hjá þér? Já, hún var nú kannski með rólegra móti en yndisleg. Fengum yngstu dótturina og kærastan heimsókn og gerðum ýmislegt með þeim. Já. Fórum til dæmis í Mývatnssveit í gær eða fyrradag líklega og svo vorum við að vinna svolítið í skógarreit sem við eigum hann ofið húsið og við bæinn. Það eru eitthvað af dauðum trjám sem þarf að fjarlægja. Nú svo erum við bara að borða góðan mat og sóla okkur og fara í heitapottinn og bara eins og lífið á að vera með. Og þau fóru á hestbak, unga fólkið og hjá Pólahrestum náttúrulega. Já. Og þetta var bara ljúft og gott og fengum líka gesti til viðbótar og svona. Þú talar bæinn, þú talar skógarreit við bæinn. Það bara þín gamla Lómatjörn. Það mín Lómatjörn. Og þú býr það núna? Og þið? Já. Og við höfum alltaf búið þar sko. Já. Það svolítið viðkvæmt hjá þingmönnum þegar verið að svona láta að því liggja að þeir séu fluttir suður sko. Þegar þeir eru á þingi. Já, þú þurstir að flytja suður? Nei. Þrátt fyrir það ekki? Þið fluttu suður sem slík, er það ekki? Nei, ég vil nú ekki viðurkenna það að við höfum flutt suður. Vissulega áttum við 2 heimili meðan á þessu stóð. Já. Og maður var náttúrulega eins mikið fyrir norðan eins og mögulegt var sko. Já. Og reyndu þið það? Reyndu þið að vera fyrir norðan þess að þið gátuð? Ég kannski breytti svolítið þarna á ráðherra árunum. Þá náttúrulega komst maður ekkert upp með það að vera bara fyrir norðan og sumrin. Nei. Þannig að þetta er vinnu. En það náttúrulega alltaf hægt að fara á milli þó að manni finnst nú svona svolítið langt á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Þannig þetta tekur nokkra klukktíma að keyra. Að þá fórum við mikið norður helgar. Það stundu talað sér lengra sunnan? Já, það örugglega. Það líka alveg eins að alltaf Akureyringum finnst ekki bara dálítið spotti út á Grenivík. En Grenivíkingum finnst mjög stutt til Akureyrar. Já, það mjög stutt á Grenivík. Það mjög stutt. En Grenivík náttúrulega gamli kaupstaðurinn þinn, ef við getum orðað það svo. Já, það þjónusta þar fyrir sveitina og þar fór maður í barnaskóla og svoleiðis. En þið eruð í rauninni, ég segi þið, þá náttúrulega skulle bara byrja að segja hver maður þinn er. Maður minn heitir Arvid Krog og hann er norskur. Hvar hittust þið? Við hittumst nú reyndar á Grenivík eða í Sjallanum. Sjallinn hefur maður svo samvinskunni. Sjallinn, já. Já, hann kom til þess að vinna við minkabúið á Grenivík. Já. Valgerður, sveitinn þegar þú ert lítil stelpa, hvað gerðu krakkar? Hvað gerðu þú og þið systur þegar þið voru bara litla stelpur í sveitinni? Ekkert sjónvarp, engin svona iPod eða tölvur, hvað hugsaði tilbaka? Ég hef oft hugsað það sko, hvað gerði maður eiginlega allan daginn? Jú, þegar voru nú mjög litla, þá voru við nú mikið í dúkkuleik, áttum einhverja dúkkur og það þurfti nú að sauma á þær eitthvað og hekla og allt mögulegt þannig. Það var eitthvað verið við það. Nú, svo fórum við náttúrulega ungar að vinna og það var sennilega á flestum bæjum. Já, bara svona í sveitastörfunum. Já, börn fóru unga að vinna. Og svo vorum við með bú auðvitað á sumrin. Og það voru horn og leggir og allt það. Hefurðu sagt þínum dætrum og þínum barnabörnum frá því að þú hefur leikið með horn og leggi? Já, ég var nú eitthvað að segja frá því, einmitt hvar við vorum með bú. Já. Einmitt svoleiðis bú. Það þurfti nú að byggja fjárhús og allt mögulegt. Já. Og Östaringjasnæri svona ástöðra. Já. Og eitthvað vorum við nú að lesa, við fengum nú bækur.
annars vorum við aldrei miklir lestrar hestar. Hvað var rætt? Þegar voruð við mataborðið og eftir matinn og svona, hvað var rætt? Var pólitík í umræðum? Það var hlust á fréttirnar allavega, það mátti nú ekki bregðast. Klukkan 7 fréttir? Já, sko, ég er nú að tala um í hádeginu. Já. Svo var náttúrulega fjósatími, kannski meðan að fréttir voru á kvöldin. Já. En það var mikið hlust á fréttir í hádeginu og það var alltaf bara létt spjall og pabbi var nú þannig, hann var léttur í hlund og svo gerist það þegar við erum tiltölu ungar að móðir okkar dó. Hvað er þú gömul þá? Þá var ég að vera 10 ára. Já. Eða rétt orðin 10 ára fyrir ekki, já. Þannig að þá náttúrulega breyttist ansi mikið lífið í sveitinni. Já. Hafði þetta ekki mikil áhrif á 10 ára stelpu? Jú, þetta var náttúrulega bara að dró ský fyrir sólu. Já. En það var nú kannski líka þess vegna sem við þurftum að vinna ansi mikið, systurnar. Já, hjálpa til með þetta. Já. Bæði út og inni. Manstu eftir því þegar þú fórst fyrst til Akureyrar? Ég man eftir ferðum til Akureyrar á Willys, 1985. Willys? Willys, já, og þá var þetta náttúrulega miklu lengra, sko. Það var náttúrulega þurft að fara inn á Fnjóska, Brúnagömlu og svo inn á Brýtnar hérna, yfir ána. Já, fóruð þið þá yfir heiðina? Nei. Það er nú... Þá var engin brú á Fnjóska og þarna í Laufás? Ekki akkur það sem hún er núna, svolítið innar í dalsmynninu. Þannig þetta var dálítið spotti og mamma, hún var nú úr Reykjavík, en hún tók bílpróf áður hún kom í sveitina, því hún ætlaði að vera sjálfstæð kona sem geti farið sinna ferða. Já. Og hún fór oft með okkur til Akureyrar á Willys og mér finnst eins og við höfum verið eitthvað svona klukkutíma og korter á leiðinni og hún keyrði, henni fannst mjög hæfilegt að keyra á 40 km hraða. Þá sagðist hún hafa góða yfirsýn yfir allt. Hafa stjórn á þessu. Já. En ég var á þessu tíma bara, ég var svo bílveik. Kastaði vilt upp, bara leið til Akureyrar. Já, menn gupuðu í bílum, þegar krakkar. Já. En ég sé þetta svolítið fyrir mér, sko, við sátum hana aftur í og hún var með hatt og var fín þegar hún var að fara til Akureyrar, sko. Fór í sparifötin? Já. Og þið krakkarnir í stelpurnar líka? Já, við fórum örglíku til fín föt. Já, auðvitað. Og þetta var bara, það voru kaustaðaferðir, svona eins og voru kallaðar. Valgerður, pólitíkin, Framsóknarflokkurinn, sveitin, er það eitt og sama? Sveitin og Framsóknarflokkurinn? Já, það var það kannski? Já, það hefur svona verið dálítið þannig, var það allavega, en eitthvað hefur þetta nú blandast og ekki dugar það að Framsóknarflokkurinn hafi bara fylgi í sveitum, þar fækkar nú fólkinu. Já. En það gerðist þarna fyrir kosningarnar 1974 að ég var beðin að vera á lista. 74? Já. Þá þegar var ég á framboðslista. Þú ert ekki nema rúmlega tvítugt? Já, þegar ég byrjaði, sko. En það var nú ekki eins og það væri mjög mikið starf eða ég var ekkert á kafi í pólitíkinni þá strax, heldur ég fór á nokkra fundi einmitt þarna 74 með þeim sem þá voru á þingi, það var Ingvar Gíslason, Stefán Valgeirsson og hann Guðmundur Bjarnason kemur seinna. Ingi Tryggvason, hann var náttúrulega þarna fyrir okkur á þingi. Já, Reykjadalnum. Já. Og fóru á einhverja fundi, mann eftir fundi á Melum í Hörgárdal og þar komu einungis kallmenn á fundin. Það var náttúrulega þannig og er nú kannski dálítið þannig enn. Já. Og ég var með einhverja ræðu sem ég var búin að skrifa. Nei. Jú. Og ég lét einhvern af þingmönnunum lesa hana yfir áður en ég flutti hana. Ég var nú ekki það örugg með mig og ég man ekki hvort ég breytti einhverju eða hvort ég ger einhverja flyttingar. Það var mín frumraun að bara flytja pólitíska ræðu. Hvernig fannst þér það? Ég var svolítið óörugg mann ég en þetta kveikti greinilega í mér bara strax. Síðan var ég bara meira og minna á þessum framboðslista þangað til 87 að alvaran hún blasti við mér, sko. Já. Þá var mikil vinna hafin á vegum Landssambands Framsóknarkvenna og
auðvitað var stefnan sú að í þessum kosningum 87 að þá yrði að koma kona í þingflokkinn. Já, það var engin kona í þingflokknum, en það var kona í öllum hinum þingflokkunum. Já, það voru bara jakkafötin sem maður segir. Já, en það reyndar hafði einu sinni áður verið kona, en það var í þingflokknum og Rannveig hét hún, en það var löngu áður, það var 30 árum áður, sko. Já. Þannig að það var ljóst þarna að ég átti möguleika, af því að það voru breytingar hjá okkur. Ingvar Gíslason hættir og Stefán var náttúrulega orðinn mjög fullorðinn og ýmsum fannst að hann ætti nú að hætta líka. En hann var ekki til í það. Nei. Stofnaði hann ekki eitthvað sérframboð? Já, það urðu átök á Húsavík, á kjördæmisþingi. Og það var fyrsta sætið, hvort það var Guðmundur Bjarnason eða Stefán Margeirsson. Guðmundur fékk það, var kosinn og þar með gekk Stefán út. Já, og stofnaði sér. Já, stofnaði sérstakann flokk og það gengu þó nokkuð margir á eftir honum út. Já. Ég hef oft hugsað eftir á hvað þetta var rosalega dramatískt. En ég var ekkert að hugsa um það þá. Ég var bara ánægð með mig og var í öðru sætinu og hérna. Þá fórst inn á þing? Já. Hvað ár er þetta? 87. 87. Það er eins og segir, þú er eitt kollnum kona að fara inn á þing 87. Jæja. Hvað segir hvernig var þetta þegar þú áttaðir á því þú ert allir náttúrulega þingmaður eða þingkona? Já, ég bara, manni fór í viðtal við Ríkisútvarpið morguninn eftir og hérna valdi einhverja tónlist og þá sagði viðmælandinn sem ég man nú ekki hver var, já, merkilegt að Framsóknarkona skuli velja svona tónlist. Þá sá hann örugglega bara fyrir sig einhverja konu í íslenska búningnum, sko. Manstu hvað það valdi? Það var eitthvað bara svona nýtt og ferskt. Já, er það? Það var ekki þjóðlegt? Það var ekki, sko, nei, það var ekki, já, það var bara alveg hissa, já. Það var bara Framsóknarkona velja svona tónlist. En var þetta, sko, var þetta viðmótið sem að flokkurinn og þá konur sem voru að komast inn í hann fengu? Já, það var náttúrulega alltaf verið að hamra á því að Framsóknarflokkurinn væri gamaldags og bara sveitalegur. Já, countryflokkur, svo kallar Já. En það er engin skömm að því? Nei, ég segi það nú. Nei. En áfram með þetta, hvað er þú lengi að þingi áður kemur svo inn sem ráðherra? Það gerist áramótin 99, 2000. Já. Þá var ég ráðherra. Þá varstu búin að vera á þingi þennan tíma? Já. Og hvernig líkaði þetta? Að vera á þingi? Ég bara svona hlýjar minningar. Hvað var því? Já. Það var búið að kenna mig dálítið við félagsmálaráðuneytið. Já. En þarna er það iðnar- og viðskiptaráðuneytið. Þegar þar var Finnur Ingólfsson og hann steig út og fór í Seðlabankann. Það var þá ráðuneyti sem að beið mín. Það var svona dálítið sko harður pakki, sem maður segir. Og varstu aldrei efins? Nei, það verður bara, sko, að láta vaða. En ég man þó eftir því að ég var dálítið rög við þessi rafmagnsmál og hérna gígavatt 220? Já, gígavatstundir og við átti þetta nú verið dálítið svona, já, eitthvað sem ég hefði nú ekki sett mig kannski alveg inn í þinginu. En svona gerist þetta og ég átti frábær ár í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu með frábæru fólki og ekki með góða minningar það. Við skulum einhver hasar. Já, hasar, elskan mín, við getum kannski ekki alveg sleppt í en ég ætlaði nú ekki í rauninni að fara einmitt í svona einhver einstök máli eða þess áttar, en sveitakonan í peysufötunum valdi lög hjá útvarpinu. Viltu ekki velja eitt lag hérna fyrir okkur? Ég hef nú dálítið gaman að mannakotnum og Pálmi er nú Norrlendingur og svona og Segur og ég hef uppáhald á laginu Reyndu aftur. Já. Og ég líka lék nú árum áður á Grenivík og þá lék ég í leikritinu Selurinn hefur mannsögu. Já.
eftir Birgi Sigurðsson og þá var það, spilaði þetta lag og ég svona, dillaði mér dálítið mikið svona, ég var svona óhamingjusöm húsmóðir í þessu leikriti og þetta lag var spilað þegar ég átti dálítið einleik þarna á sviðinu, þannig að kannski ekki síst þess vegna þá þetta lag mér ofar í hug. Við skulum hlusta á þetta og skoða myndir með því. Já. Þú reyndir allt til þess að ræða við mig í gegnum tíðina ég hlustaði ekki á þig ég gekk áfram minn veg niður til heljar hér við reyndu aftur ég bæði sé og veit og skil hvert sem skal ég fylgja þér Gekk minn breiða veg niður til heljar hér við reyndu aftur ég bæði sé og veit og skil Reyndu aftur, Valgerður Sverrisdóttir frá Lómatjörn, sveitastelpa, fyrrverandi þingmaður og ráðherra. Hún valdi þetta og þarna sjáum við marga myndir frá ýmsum skeiðum í hennar lífi og hún segist hafa leikið líka á Grenivík. Já. Þú lékst einu sinni hjá mér. Ég er nú hrædd um það. Já. Þannig að þú hefur mikla reynslu. Þú lékst á leikfélagi Akureyrar. Já, það var nú, já, það má kalla það því nafni. Ég sagði nú eina setningu held ég bara, eða enga, eða hvernig. Nú, já. Já, en ég var alltaf á sviðinu. Þú varst á sviðinu? Já. Í Lýsiströtu. Í Lýsiströtu. Ég man eftir þessu. Það var neitt annað. Við kannski getum ekki alveg sleppt góðum og slæmum málum, þar að segja vinsælum eða óvinsælum málum í iðnaðarráðuneytinu þar sem þú varst. Hvað sko, þú varst í Kárahnjúkum? Já, ég heldur betur. Ég var ráðherrann. Þú varst nú ekki kannski vinsælasta manneskjan í landinu þá? Bæði og. Já. Bæði og. Auðvitað mjög vinsæl fyrir austan og þar stóðu... Þannig að þú ert í vilt fyrir austan þegar þú ferði frí? Já, gott að koma austur. Já, það var en svo var náttúrulega verið að lesa ljóð á Austurvelli og til þess að mótmæla framkvæmdum og eitthvað svona. Og svo harkaði dálítið við þinginu. Já. En það endaði nú með því að það voru bara Vinstri grænir sem voru algjörlega á móti. Já. Hluti Samfylkingarinnar studdi málið og svo náttúrulega stjórnarflokkarnir. Já. Og ég man ekki alltaf Frjálslyndir hafa ekki verið þá með. En svona var þetta nú og það var mikil vinna náttúrulega kringum þetta allt, gaman. Ertu sátt við þetta eins og þetta þegar þú horfir yfir þetta í dag? Já, ég er það. En var ekkert svona sem að allir voru rosalega ánægðir með? Sem ég var að gera? Já. Það við skulum vona það hefur eitthvað verið sem allir voru ánægðir með. En það er svona, gefur ekki kannski sérstaklega upp í hugan, en ég var náttúrulega ansi mikið að vinna í þessum skapandi greinum og það var kannski ekki nógu mikið sem því var haldið á lofti af því að menn sá bara fyrir sér hérna stóriðuna þegar ég var annars vegar sko. Ég var að vinna mikið með kvikmyndaiðnaðinum og tónlistinni og hönnun. Ég vilja setti hönnunina dálítið á blað sko. Og þetta var mjög skemmtilegt. Og ég fór til Cannes til dæmis, oftar en einu sinni á kvikmyndahátíð. Þetta voru mikil ferðalög og auðvitað mikil vinna, rosaleg vinna. Og ég fórnaði mér alveg í þetta sko. Hvernig er það með fjölskyldu? Já, það er nefnilega málið sko. Sko, þú fer í vinnuna eldsnemma á morgnana, þú ert kannski kölluð í útvarpsviðtal klukkan sko upp úr 7. Þú þarft að sjæna þig til og greiða þig og færa í sturtu og gera þig fína. Það er partur af því að vera ráðherra, það er að líta sæmilega út. Já, eitthvað svona, eitthvað skiptir þannig máli. Já.
og þar sleppa kallarnir náttúrulega miklu betur, sko. Já. Að það er ekki, þeir þurfa ekki að eyða eins miklu tíma í slíkt. Það má kannski segja að við séum, hér koma ekki inn í okkur, en konunum, en það er nú bara þannig. Við viljum hafa eitthvað fallega. Já, það ekki. Jú, það er einmitt það sem er. Eigum við að skoða eitthvað sem þú komst með? Einhvern hlut? Já. Gerður það? Ég meina það, komstu með? Já, ég kom með tvennt. Já. Og sem að lýsir mér ágætlega. Já. Já. Og? Það er kúbein. Dálítið gamalt kúbein. Þetta er gamalt kúbein. Já. Já, þetta... Og ástæðan er nú kannski ekki síst svo að ég kom með kúbeinið að það var mikið haft gaman á því í sveitinni að pabbi, hann átti að gera allt með kúbeininu eftir sín sögurnarsögur. Já. Hann gerði allt með kúbeininu. Já. Og þegar við hjónin vorum nú að byrja að lagfæra skúr heima þarna sem að til þess að svona stækka rýmið fyrir ferðaþjónustuna, að þá setti ég mynd af mér inn á fésbókina þar sem ég var með kúbein að rífa niður einhvern vegg og það voru ekki smá viðbrögð frá sveitungum og fyrirverandi sveitungum. Fór að rifja upp hvað pabbi hafði gert með kúbeininu og hann bara virðist hafa gert allt með kúbeininu. Eitt skrifaði hann hefði málað með kúbeininu. Þá var mér nú alveg nóg þá held ég að menn hafi verið farin að ganga út í okkar. Já. En hérna, sko því ég segi þetta lýsir mér ágætlega að þá er ég semst með kúbeinið sem er nú þarfaþing og svo er ég með þetta fína armband. Já, gullarmband. Ég er náttúrulega svolítið pjöttu líka, sko. Já, þú vilt hafa svona eitthvað skraut á þér. Og þetta er erfðagripur, móðursystir mín átti þetta, en þetta er búið til í Reykjavík. Já, þetta er íslensk hönnun og íslensk smíð. Já, það var... Þetta er víravirki? Já, það var gullsmíðaverkstæði í Austurstræti, Árna Björnssonar, hét það, og þetta mun hafa verið gert þar og móðursystir mín fékk þetta að gjöf frá systrum sínum og móður. Já. Ég giska á hún hafi verið 25 ára þá hefur verið 45, 1945? Já, eitthvað er það bil. Og notarðu þetta mikið? Svona þegar þú skreitir þig og ferði sjónvarpið og svona? Svona ég fyrir sjónvarpið, já. Þannig að það er pjattið hérna og svo er þetta þetta er raunveruleikinn. Þetta er raunveruleikinn, já. Þetta er það sem þú vinnur mikið með. Að víla ekkert fyrir sér að fara í ýmis verk. Og þú gerir það, þú gengur í allt. Ég gengi flest svona. Já. Og eru þið fín saman, þú og Arvi? Já, hann er ansi mikið smiður. Já. Og ég er góð að mála og svo get ég verið góð með kúbeinni að rífa niður eitthvað sem á ekki að vera áfram. Já, sem að þarf að byggja upp hattur. En nú ertu komin heim í sveitina, alveg eins og maður segir. Já. Sérðu eftir eða er einhver söknuður í hinu sem hún varst í pólitíkin og það? Nei, það er ekki, maður hugsa bara ekki þannig, sko. Hvað hugsaðu þegar þú heyrir fréttir af því sem er að gerast núna, þetta lekamál og svona? Já, auðvitað lendi ég fyrir því líka eins og Hanna Birna að það voru kröfur ég segði af mér og... Já, er það ekki? Já, það hefur oft hann einu sinni og það var nú, það er náttúrulega bara að maður hlæri nú að því, sko. En fær maður ekki svona samt í eitthvað svona inn í sig eitthvað óþægilegt? Þó maður reynir nú og allir segist vera með skráp sem hafa verið lengi í stjórnmálum og það er þannig að fólk venst í að það sé barið á því. Að þá kemur þetta nú eitthvað við mann og ég er vissum að þetta er óþægilegt fyrir Hönnu Birnu núna, mjög. Það eru hótanir, það eru líflátshótanir. Fékkstu hótanir? Já, ég var alveg nóg boðið þegar ég var að fara að ganga bæinn með skilti sem ástóð drekkjum Valgerði. Já, kannski upp í lóninu upp í Já, það var út á Kárahnjúkavirkjun, sko. Það var svona dálítið óþægilegt. Já. Af því að maður veit að þó þetta fólk hafi ekki ætlað sér að drekka mér að þá er kannski einhverjir veikir einstaklingar sem að taka þetta alvarlega. Já. Nú förum við að ljúka þessu. Breytingarnar sem hafa orðið. Hvernig fannst þér og hvernig finnst þér staðan í dag ef við bara förum árin aftur í tíma til svona 2067? Erum við komin í sama farið? Já, það er verið að tala að hvað kaupmátt varðar þá sé það kannski ekki
ekki óáþekkt því sem þá var. Já. En auðvitað eru miklar framfarir. Mér finnst eins og í minni sveit vera mjög mikla framfarir bara núna á þessu ári og mikið að gerast. Já. Já. En það er hljótt að vera þá peningar á bak við það? Já, það er hljótt að vera peningar á bak við það. Já. En förum við á gist? Er þetta í okkur að fara á gist? Þetta er náttúrulega mjög lítið hagkerfi og það eru ákveðnar hættur sem fylgja því að vera svona smá. Þannig að það er ákveðin hætta að við getum mist okkur aftur út í brjálæði. Það er það. En ég ætla rétt að vona að við höfum lært eitthvað af þessu hruni. Getum við gengið undir Noreg og látið þá halda okkur? Nei. Það hefur komið fram í umræðinni. Já, það er einhverjir sem eru að berjast fyrir því. Já. En það gengur ekkert. Þá erum við náttúrulega bara ekkert sjálfstæð þjóð lengur. Nei. Þá myndu þeir bara taka stjórnina hérna. Og þegar fólk var nú að ímynda sig að við getum tekið upp norsku krónuna bara sér svona. Auðvitað myndu normenn aldrei samþykja það öðruvísin að þeir bara tækju þá stjórnina í sambandi við efnahagsmál og ríkisfjármál og allt slíkt. Við getum ekki leikið okkur bara með norsku krónuna. Áttu vona á hópum til þín núna bara á næstunni í gistingu og mat og þess áttar? Ekki mat. Nei, þú ert ekki með það? Nei, ég er ekki með mat. Ég myndi ekki nefna því. Nei, það er of mikið. Já, það er of mikið. En jú, það koma hópar núna. Já, svona ekkert mjög stórir því þetta er ekkert svo stórt hjá mér. Íslendingar? Já, bæði Íslendingar og svolítið Ítalir núna. Og svo mun þetta bara vinda upp á sig. Er þetta það sem að bjargar okkur? Eða hjálpar okkur verulega? Það hjálpar okkur allavega núna. Já. Mjög mikið þessi árin, ferðaþjónustan, með gjaldeyristekjurnar sem að þeim skapast og svo framvegis. Viljum við fá alla þessi útlendinga eða ferðamenn rétt að sagt inn í landi? Þetta er stór spurning og fagmenn á þessu sviði halda því fram að við séum ekki með nógu mótaða stefnu í þessum málum. Hvað bara þolir landið og svo framvegis. En það mér finnst þetta dálítið athyglisvert að núna síðustu daga þá hefur komið inn í umræðuna þetta að sko þar sem að hvort sem manngert umhverfi, að þar þolum við meira og getum tekið á móti fleira fólki. En það er þessi viðkvæmu staðir sem við þurfum að halda utanum og svo er náttúrulega allt í inntómri vitleysu og ósamstöðum það hvað á að gera, hvernig á að innheimta fé af ferðamanninu. Ég veit ekki hvort það kemur eitthvað í haust einhver niðurstaða í það. Já, það er nú það. En það er eins og einn sagði, skrýtið að vera innheimta fé af mér til þess að fara að byggja eitthvað upp handa einhverjum sem að kemur einhvern tíma seinna í staðins að menn byggju upp og fari síðan að láta borga það. Já. En það er alltaf verið að gríðarlega peningar sem að koma inn í svona. Já. Og það alltaf kemur alltaf, það er ekki að byggja endalaust upp. Nei. Já, við skulum bara vona að verði einhver niðurstaða í þessu máli. Við skulum vona það. En það er komið niðurstaða í þetta hjá okkur. Þú ætti að fara að halda áfram í ferðamennskunni og við erum búin með tíman í hvítum málum. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Takk fyrir. Hvítum álmar,